hlæja mér eða? Nei, það ég las bjara þetta. Hæ Fúsi. Við erum vinir við Fúsi. Þetta mitt hérna með vatni nú þegar í? Það þjónust Sæl, elsku vinir. Það gott að vera í húsi Drottins. Lofa hann og tilbiðja hann. Hæ. En í símanum. Þetta svolítið krútlegt. Hvernig hafið þið? Þið búin að minna ykkur sjálf á það í dag hversu stórkostlega þið eruð? Sum ykkar? Það gott eiga svona konu. En við þurfum að gera reglulega. Við þurfum að minna okkur á hver við erum undursamlega sköpuð. Og þó okkur finnist við vanta einhvað upp á sem að svona til að lifa svona sigrandi lífi og gleðiríku lífi í öllum kringumstæðum og það vantar svo mikið upp og finnst okkur oft. Þá langar mér bara að segja þér að allt sem að þú þarft til að lifa þannig lífi eins og þú þráir best þér gefið. Þú átt það nú þegar. Ég kemur í hugmynd núna, heyrði litla sögu frá honum. Henni stóri Jólastín. Já. Hann var að segja, þetta svo góð saga, hann var á svona hjóli, æfinga þrekhjóli heima hjá sér og hann með síman var að hlusta á eitthvað svona iPod og var með síman svona alveg við og svo þegar hann hjólaði hraðar þá fór hjóli svolítið að titra og síminn datt á gólfi og það kiftust eyrnatólin út úr eyrunum á honum. Hann tók allt saman og hann fann ekki þetta gúmmí sem svona alveg á, hann fann ekki annað gúmmíið. Hann leitaði og leitaði og leitaði og leitaði út allt. Fann það ekki. Þangað til þess að hann fór að þvo sér kvöldi, þá var það inn í eyrunum á honum. Hann fór aldrei neitt. Og þetta ákveð svo gott dæmi það. Þú getur leitað og leitað og leitað, en þú leitar langt yfir skammt. Þú ert með það. Þú ert með það sem þú þarft. Þú ert með allt sem þú þarft til að lifa lífið þínu til fullnustu. Stórkostleg, undursamleg sköpun Guðs. Okkur finnst við oft vant eitthvað, en það vantar ekkert. Og ef þú hugsar, já, ég vildi ég væri eins og hann, ég væri nú svona, þú veist, já, svona, já, sætu, ég ætla nú að segja hún sætu eins og hún, og svona djarfur eins og hann, þú veist, hann þorir svo miklu, hún svo falleg, þau eru svo fitt, ef ég væri svoleiðis, það ekki svoleiðis. Það sem þú hefur, ég hef stundum sagt það með mig, mér líður alveg óbúslega vel í heitu loftslagi. Já, mér líður best einhvers stað svona niður við Miðjarðarhafið í svona, þá alveg fer kroppurinn mér svo bara, hann kemur svona velíðan inn í allan. Og ég held að Guð hafi upprunalega ætlað að hafa mig þar, sko. Veit ekki alveg hvað landi, það skiptir ekki höfumáli, en einhvers stað þar átti ég upprunalega að fæðast. Þess vegna ég svona gerður að vilja þetta loftslag. Svo fann hann pabba og mömmu á Íslandi. Þetta fólk flott fyrir Halldór. Ok, færa hann þangað. Svo ég fæddist á Íslandi. Með að sjálfsögðu bestu foreldra sem ég gat nokkuð tíma fengið. Allt sem þú hefur þér gefið líka. Og þú hugsa kannski strax, mínu foreldrar voru ekki alveg svona góðir. Þá langar mig að segja, Guð gerir aldrei mistök. Aldrei. Jafnvel þó að foreldrarnir eða eitthvað í uppeldinu eða eitthvað hafa farið úrskeiðis,
vegna einhverja hluta þar, þá þú ekki mistök. Allt sem hann vill í þér hefur hann sett í þig. Hann ekki bara getur, heldur vill reisa þig upp í það líf og það starf og þá þjónustu, þá líf og hér á jörð sem hann upprunalega hugsaði fyrir þig. Svo þú stórkostleg. Stórkostlegur. Amen. Þetta nóg predikun, eða ekki? Rétt að ég var að ræða við alla hérna fyrir samkomuna. Alli komið alveg frábært dæmi. Hann sagði hann byrjaði að segja, ég trúi því bara Halldór á næsta ári, við 9 ári, sagði hann. Þá bara verðum við að leggja mikla áherslu á það við kennum og fræðumst og nærumst í anda Drottins og orði hans til að vaxa og dafna. Það sé mjög mikilvægt, sér hann. Því hann sagði, það svo margir kristnir, svo notaði þessa líkingu. Þeir við erum öll í fangelsi, svo kemur Drottinn og frelsar og hann opnar dyrnar. En svo erum við bara þar. Með opna dyr. Og förum ekkert. Gerum ekkert. Smökkum aldrei á sigrinum sem fyrir utan. Kannski sumir aðeins út fyrir. Galatabréfið segir, til frelsis frelsaði Kristur oss, látið ekki leggja aftur ánauðar ok. Ég bara kom með predningunum sem allir var með á hann, sko. Og því að í þessu felst, hann frelsar þig, hann opnar dyrnar á fangelsinu þínu til þess að hleypa þér út inn í lífið, þessi líf sem hann hefur skapað og kallaði til. Og þegar þú stígur út í það og gengur til sigurs, þá segir orðið, til frelsis frelsaðan þig. Hér frelsaðan þig. Til hvers? Til að vera það kyrr? Nei, til frelsis. Til að frelsa þig til frelsis, svo þú lifir algjörlega frjálsu lífi. Og hlusti nú á, og ekki misttúlka þetta, óheftu lífi. Hvað má Kristi maður bara lifa alveg eins og óheftu? Óheftu í honum stórkostlegt líf. Og ekkert líf líkt óheftu lífi í því sem við mennilega köllum í hann nú bara alveg óheftur í þessi maður. Það ekki svoleiðis. Það bara lifandi Guði hver dag í frelsi. Og látið ekki leggja á yður ánauðar ok aftur. Ekki láta hertaka þig, ekki láta fjötra þig, ekki láta binda þig niður, hvort sem inni með opnar dyr, 1 skrefi fyrir utan, 2 skrefum, 5 skrefum, 10 skrefum, hvað komin langt út, ekki láta binda þig aftur. Ef að þetta á að takast, ef að við ætlum að lifa svona lífi, þá þurfum við að nærast á honum. Orðunas, við þurfum að skilja út á hvað þetta gengur. Því hann hefur þetta líf fyrir þig. Hér inni við erum mjög mismunandi hópur. Sumum okkar líður alveg rosalega vel og við bara gleðjumst í Drottni og hressum okkur við Guði og allt það. Svo önnur okkur sem líður mjög illa, vitið það? Það fólkinni sem líður mjög illa. Í hverjum hóp og fólki sem kemur saman, þá þetta mix. Og svo allt þar á milli. Það breytir hins vegar ekki neinu það. Ef þið líður mjög illa, þá til leið í Kristi til að ganga inn í þetta frelsi. Hún ekki endilega auðveld, en hún Hún Jesús sagði, sannleikurinn sem þið þekkið mun setja ykkur frjáls. Oft þegar við höfum þetta eftir honum, þá segjum við, sannleikurinn mun setja ykkur frjáls. Nei, sannleikurinn sem þú þekkir mun setja þig frjáls. Ef að Jesús sannleikurinn, ef að bara sannleikurinn einn dygði til að þú væri frjáls,
þá var allur heimurinn núna frjáls. Af því hann kominn. En þeir sem ekki þekkja hann, eigi ekki frelsið í honum. Sá sannleikur og orði Guð sem þú ekki þekkir fyrir þitt líf, hefur ekki sett í frjálsan ennþá. Það aðeins þegar opinberun drottins, skilningur hjartans yfir einhverju sem hann að segja, opinberast í hjarta og segja, wow, já. Sum okkar hafa upplifað þetta, það kemur svona, Berglind mín hérna, við Berglind erum góðu vinir, við höfum sýslað mikið saman í gegnum tíðina. Þegar maður hérna nærið að tárast hérna upp á hann og söng á hann, og þetta var heiður fyrir mig að fá að koma og predika þegar þú varst að syngja, maður. Það þessi upplifun, þessi tilfinning sem hríslast þig þegar þú skilur eitthvað af því sem Guð hefur gert. Og það snertir lífið þitt og breytir lífið þínu. Þetta það sem við þörfumst. Ég ætla örlítið, bara örstutt, að grípa núna boltan á lofti það sem ég skildi hann eftir fyrir þó nokkuð löngu síðan. Þetta óbeint framhald. Munið því ég var að tala brotningu brauðsins. Ég ætla að byrja að lesa þar aftur, því að þetta snýr að líf okkar í heilsu til anda, sálar og líkama. Af hverju eru svona margir sjúkir á meðal okkar? Af hverju, ef að Biblían segir, og Jesús kendi það, við ættum vel lækna sjúka, leggja hendur yfir ágjöra og heila. Af hverju eru svona margir sjúkir á meðal okkar? Það segir svona í 4. Korintubréfi. 11. kapla, frá versi 28 skulum við byrja. Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan af brauðinu og drekki af bikörnum. Því að sá sem etur og drekkur án þess að dæma rétt líkamann, hann etur og drekkur sjálfan sig til dóms. Munið eftir við vorum að rífa þetta upp, eða tala þetta, að þarna hafa margir kristnir og margar kirkjur það tíðkast að þú leitar að svona syndin og skömmin í lífiðinu gerir það einhvern veginn upp og síðan máttu taka brauðið. Ég get hvergi séð í þessum kafla gerir þetta svo oft í syndana minningu. Í mína minningu. Við erum ekki kvöld til að rifja upp syndinir okkar, við erum kvöld til að rifja upp hver hann er. Við erum kvöld til að minnast þess hvað hann hefur gert. Hver sá, hlustiði, sem ekki dæmir rétt líkama Krists, hann etur og drekkur sjálfan sig til dóms. Og þess vegna, segir Biblían, eru svo margir sjúkir og krankir meðalegir og allmargir deyja. Hvers vegna? Vegna þess að við þekkjum ekki hvað hann hefur gert fyrir okkur. Við greinum ekki líkama hans rétt. Það sé hans líkama, hvað hann gekk í gegnum. Hann brauð lífsins, segir hann. Þeir voru að ræða með hann einu sinni og hérna í Ísrael og sögðu við hann, heyrðu, við fengum nú manna okkar forfeður fengum nú manna í eyðimörkinni frá himnum og hvað tákn hefur þú? Og hann sagði, ég brauð lífsins sem kemur frá himnum. Ég þetta manna. Koma aftur að því, borða hann og nærast á honum. Ég þetta manna. Ef við skynjum hvað líkaminn hans á réttan hátt, þá getum við fengið opinberun skilningu það, hvernig við eigum lækningu í honum. Munið til sögunum það að það alveg sjálfsagt að kenna manni að veiða fisk fyrir mann í soðið. Sá sem svangur og ég kem til hans, heyrðu, ég að veiða og ég veiða eitt fyrir þig. Jú, takk. Og hann fara að borða. Ef ég veiði bara eitt fisk, þá hann bara með mat í smá stund. Ef við nokkra fiska, já, þá hann kannski lengur ef hann getur fristað og saltað og gert eitthvað. En ef við kenna honum að veiða, hvað gerist ef við kenna honum að veiða? Þá get ég bara farið og hann bara veiði sjálfur. Og hann verður aldrei svangur. Og það það sem Jesús sagði við þá, ef þú fær þetta brauð lífsins sem ég þá verður þú aldrei hungraður. Þú munt verða mettur á öllu því sem þetta brauð gefur þér. Og hvað það sem það gefur okkur?
Hvað það? Í Jesaja 53 segir, fyrir hans benjar erum við heilbrigð. Fyrir sárin hans, fyrir blóðið hans. Mér langar bara örlítið að dvelja á þessu því þetta alveg óboðslega mikilvægt fyrir okkar trúarlíf. En ekkert allir sem að velta þessu eitthvað fyrir sér oft. Muniði að Jesús var kallað lamb Guðs og hann var leiddur til slátrunar og var páskalambið og í fyrirmyndina þessu öll að finna í Gamla testamentinu. Þegar þeir slátruðu lömbunum í Gamla testamentinu sem fórn, hvað gerðu þeir? Þeir skáru bara á slagaðar. Það leið strax yfir lambið. Það deyr stuttu seinna, búið. Ef að Jesús fullkomna páskalamb, þá verðum við að segja að þetta var ekki alveg svona í honum. Hann var hýddur, barinn, blæddi úr honum svöðusári, eins og enginn hefur nokkuð tíma séð áður. Þeir segja sérfræðingar í þessum fræðum að myndin hans Passion of the Christ, það sem það nú mjög, hafið séð hana? Já, mjög blóðugt þegar hann að ganga í gegnum þessar pyntingar, að það ná ekki einu sinni að sýna raunveruleikann eins og hann var. Svo blóðugt var það. Þetta líkamans. Svo sem ekki greinir rétt líkamans. Þessu svo margir sjúkir. Hvað var hann að taka á sig? Hann var að taka á sig okkar sjúkdóma. Fyrir hans benjar sem eru sár, ekki fyrir dauðans. Fyrir dauðans tók hann synd okkar og gaf okkur líf. En fyrir benjar hans, fyrir sár hans, gaf hann okkur lækningu. Þú ert og átt, ég og á lækningu, heilbrigði til anda, sálar og líkama fyrir blóð og benjar Jesú Krists. Ef við ekki vitum þetta, og hér uppi vitum við það, því að ég veit varla nokkuð kristinn mann sem segir þetta ekki einhvern tímann. En þekkjum við þetta. Sá sannleikur sem þú þekkir, setur þig frjálsan. Hversu ríkt, hversu mikið höfum við hugleitt þetta, hversu mikið höfum við leyft þessu að dvelja innum okkur og hugleitt og leyft að greina líkamanns rétt. Hvað var hann að ganga í gegnum? Það nefna annað dæmi. Ég mjög mikið fyrir að bera saman tvo garða. Aldengarðin Eden og Getsemanni-garðin. Því aldengarðin Eden var hinn fyrri Adam og Getsemanni-garðin var hinn síðari Adam. Og hinn fyrri Adam klúðraði svo svolítið illilega ásamt sinni ekta kvinnu í upphafi. Og bölvun kom yfir og eitt af því sem ein af afleiðingunum var, og Drottinn segir við þau, að vegna þessara hluta, vegna bölvunar jarðar, þá þarft hún að hafa dálítið fyrir hlutunum núna. Í sveita þíns andlis, sem sagt, af svitanum við að erfiða. Þú erfiðar til að hafa ofaniðu á. Þú erfiðar til að lifa lífinu. Þú erfiðar til að rækta jörðina. Þú erfiðar til að fá það sem þú þarft til að lifa. Og þú svitnar við það. Hvað gerist í Getsemanni? Jesús svitaði blóði. Þar með braut hann okið af okkar bölvun og okkar erfiði og segir, hér blessun mín. Hér blessun mín. Við verðum okkar vegna, ekki vegna Guð sem myndu líkingur hans alla, hún svo góð. Guð ekki að fara að loka dyrunum aftur á þig.
Hann ekki þessi ætlar aldrei út, sko. Nenni ekki að standa í þessum. Næsti, nei. Þær eru opnar, okkur vegna þess að leiðin eru opin fyrir. Þú átt himinin, ef þú ert hans barn, komindin hans hefur meðtekið hans sem þinn frelsar og Herra, þá áttu það. Þú áttu eilífðarlífið. Þannig að þetta snýst ekki það að nú verð ég að gera eitthvað til að þóknast Guði svo ég komist til himna, nei. En þín vegna, svo þú getur lifað í sigrinum. Svo þú getur lifað til fullnust í þessi dásamlega lífi sem hann hefur gefið þér. Af því það dásamlegt. Þú ert dásamlegur. Vissu þú það, kallið mér, að þú ert dásamlegur? Já, hann vil segja. Til að við getum gert það. Þá þurfum við að huglega, þá þurfum við að lesa, við þurfum að læra, við þurfum að ná oss inn. Og fyrir heilagan anda, þá gefur hann opinberun. Og þegar hann gefur opinberun og talar til okkur og kennir okkur. Ég var aldrei sérstaklega góður í stærðfræði. Nei, það var það fag sem ég þurfti að hafa mest fyrir. Ólíkt öllum öðrum. Ég þurfti að hafa mikið fyrir. Ok, það gekk alveg, þú veist, það var allt í lagi. Ég meina, það gekk á lokum og menntaskólinn, það kláraðist líka svona þokkalegri einhvern í stærðfræði. Og því ég var alltaf að stefna svona raunvísindagreinar í háskólanum, þannig ég varð að hafa stærðfræðina svona þokkalega. En ég þurfti að hafa miklu meira fyrir henni. En ég man eftir því. Þegar einhverjar sérstaka formúlur eða einhver dæmi lukust upp fyrir þér. Munið eftir þessu? Pabbi, ég er búin að ná þessu. Og þá var bara svo, wow, hvernig gat ég verið svona blindur á þetta áður? Ég bara, þú veist, ég er búin að streða við þetta. Það er þessi opinberun sem ég er að tala um. Það er þessi skilningu, allt í einu. Og Guð kemur með hans. Hann talar til þín. En ég er ekkert við sem ég hefði fengið þessu opinberun á einhverju starffræðidæmi ef ég ekkert verið að læra reikning. Bara ganginum allt í einu fikk eitthvað svona, þá var ég séni, sko, þá var ég svona undrabarn. Þú veist. En það er ekki málið. Það er vegna þess að ég var að stúdera það. Við skulum vera góðir nemendur í því sem Guð hefur falið okkur. Við erum góðir nemendur í því sem Guð hefur falið okkur. Og ég get lofa ykkur því að Guð mun tala og hann mun kenna og hann mun leysa vegna þess að til frelsis frelsaði Kristur þig. Amen. Ég er ekki alveg hættur. Lokum augunum. Lokum aðeins augunum. Því Guð ætlar að snerta hérna einn eða tvo allavega. Mig langar að biðja þig í Jesú nafni. Ef þú komst með eitthvað verk eða þrautir, bara svo ég veit hvernig staðan er. Ef þú komst með eitthvað verk eða þrautir inn en sá verkur er ekki lengur til staðar, hvað sem er þér fyrir trúar að hafa hjaðnað eða læknast eða hverjum, til aðeins er rétt upp hönd, bara örstuð, ef það er einhver sem er í slíkri stöðu, 1 þarna, 2, gott. Þakka þér, Drottinn minn, að þú læknar og gerir heilt, þú leysir, Drottinn minn, vanda okkar. Og ég trúi því að þegar við tölum orðið þitt og sannleikann þig og sannleikann líka með þinn og það sem þú gert fyrir okkur, þá læknaru. Og þú vil lækna þessa 2 einstaklinga og gert þau heila, Drottinn minn. Verkirnir horfnir og í Jesú nafni þá innsiglaðu núna að þeir koma ekki aftur. Það sem orsakaði þá er læknað. Halleluja. Og það er einhver hér inni sem er búin að vera að berjast við. Það lýsir sér eins og þreyta í mjöðmum, held ég, mjöðum frekar heldur, mjöðmum, já. Lýsir sér eins og þreyta. Verkir. Er hér. Fleiri. Þarna. Fleiri hans. 4. Halleluja. Takk, Jesus.
Faðir minn, við þökkum fyrir það að við munum biðja. Í Jesú nafni standa með þessum systrum okkar. Og núna á þessu augnabliki lýsum við þær heilar fyrir Jesú nafn. Fyrir þínar benjar eru þær heilbrigðar. Verkur víkur frá í Jesú nafni. Verkur víkur frá. Og það sem orsakar hann og veldur þessum verkjum í Jesú nafni heilt. Gefn heil í Jesú nafni. Heil í Jesú nafni. Heil í Jesú nafni. Heil í Jesú nafni. Sum ykkar hafið að sjálfsögðu bæði séð Guð gera kraftaverk í lækningum og svo verður læknað ykkur stundum. Við gleðjumst alltaf yfir því við sjáum það. En stundum er svo þetta fjarlægist okkur og við gleyma við getum gengið þessu fyrir daglega. Daglega. Svo vertu heil. Vertu heil. Vinstra augað þitt heilt. Vinstra augað þitt heilt. Haf ekki áhyggjur af því, það heilt. Í Jesú nafni. Takk, Jesús. Drottinn mun gefa þér alla dýrið. Því þú ert læknirinn. Fyrir þína benjar erum við heilbrigð. Takk, Jesús. Ef þú ert enn hér og ert að berjast við eitthvað krankleika í líkamannum og þú finnur ekki, má sjá, eitthvað fleiri hendur á loftið með eitthvað sem Guð snert, já, nú eru fleiri. Takk, Jesús. Takk fyrir lækningu þinn og lausn og sigur þinn, fullkomni sigur þinn og heilbrigði í Jesú nafni. Hann svo góður. Hann bara góður. Hann bara góður. Ég trúi því að þetta heimil hér eftir að vera heimili það sem kraftur hans fær að leysast á stórkostlegan hátt til lækningar og lausnar. Takk, Jesús. Og vitið þið, honum ekkert megn. Ekkert. Þú hugsa kannski, ég get ekki að vera að biðja fyrir sjúkum, ég get ekki einu sinni lækna höfuðverk af flugu. Þú þarft þess ekki. Hann gefur þér kraftinn til að lækna. Veistu, við höfum séð fólk rísa upp, lamað fólk. Það eru undursamleg tákn og undur sem hann hefur gert, sem við gætum verið lengi að segja ykkur frá hér. En við ætlum ekki að gera núna. En vittu bara, hann góður. Hann bara góður. Og fyrir hans berja, fyrir hans sár, ertu heil. Hún sammála mér. Takk, Jesús. Mér langaði, við erum að fara að bjóða fram hérna til fyrirbæna og það búið að vera ótrúlega magnaði hluti sem búin að eiga sér stað í kirkjunni núna undanfarið, bara svo mikið flæði andans. Mér var svo mikið hugsað til þess þegar Halldór var að tala og þetta var ótrúlega blessað. Að við áttum okkur ekki á. Við fáum ekki þessu opinberun að Guð hafi leyst okkur úr fangelsi fyrir við áttum okkur á að Guð, hann raunverulega elskar okkur og hann vill okkur vel. Og ég man mér þess að hvar ég var stödd þegar ég fekk þessu opinberun. Ég var út í Bandaríkjunum, ég alin upp í trúnni og ég vissi hér að Guð elskaði mig en ég vissi það ekki hér. Og það breytir öllu að vita það ekki hér heldur að vita það hér. Vita það raunverulega að hann elskar okkur. Og það var í Bandaríkjunum. Við vorum að læra að vaxa í náð og þekkingu. Og það bara upplugust fyrir mér, fekk algjöru opinberun á hvað Guð elskar okkur og hvað hann vill okkur vel. Og mér langar bara að segja við ykkur, við áttum okkur ekki á
þeim möguleikum sem að Drottinn sér með líf okkar. Og við gerum það oft svo lítið og við höldum að við séum svo lítil smegnug, en það út af því að við vitum ekki hver við erum. Og ég trúi því að þegar við áttum okkur á að við erum elskuð og við erum meiri en nóg og Guð og kraftur Guðs innan með hverjum og einum hérna inni, að þá raunverulega þurfum að stíga út og leyfum okkur að stíga út úr því fangelsi sem að Guð hefur leyst okkur frá. Þannig í dag þá langar mig sérstaklega að kalla fólk út úr fangelsi, út af hann sagði þetta svo vel. Hann búinn að opna dyrnar, vinir. Og veitir það fólk hérna sem að þarf að fara að sækja fram og ná í það sem að Guð búinn að setja á hjarta viðkomandi. Út af við erum öll með köllun, á okkar lífi, en óvinurinn, hann lýgur á okkur. Og við þurfum að fara að kveða niður þessa rödd óvinarins sem segir ég get ekki, og við þurfum að trúa Guði sem segir þú getur. Má ég heyra amen? Þannig í dag, það langar mig svo mikið að við tökum þetta skref hér í dag. Og ef að þú ert hér og þú ert einhvern veginn að vandrast með þetta, hvernig get ég stigið fram? Það frábært að fá fyrirbæn, þar sem að 2 eða 3 eru sammála í Jesú nafni. Þannig mig langar til þess að biðja ykkur að rísa á fætur. Og við ætlum að biðja hér í dag, ég ætla að biðja fyrirbendurnar að koma hérna fram og biðja með okkur. Komum hérna fram og fáum þessa lausn í Jesú nafni.